Herðu, eitt af svona stórmálunum hvað er að segja, samningaviðræður Kvikubanka og Íslandsbanka sem að bara Kvika sendi kurteislegt bréf til stjórnar Íslandsbanka og þar með bara fer í gang svolítið svona umrót og breytingar á íslensku fjármálamarkaði og svona einhver svona tegund af einkavæðingu þótt að ríkið eigi nú ekki nema 42,5% eftir af Íslandsbanka, þá var það samt þannig. Til að ræða þetta aðeins að þá er hingað komið Marinó Genjálsson. Þú hefur tekið þátt í fjármálaumræðinu, sérstaklega svona eftir hrun og eftir bankahrunið. Má ég bara byrja á því að spyrja þig svona hvernig slæri þetta þig að Kvika og Íslandsbanki séu mögulega að fara að samast? Hefur ekki bara að segja þessi svona déjà vu frá Kaupþingi og Búnaðarbanka Íslands. Já, það sé að litla sjoppan sé að taka yfir sko gamla ríkisbankan. Já, litla sjoppan vill verða stór og það vill svo til að Kaupþing var ekkit ósvipuð sjoppa eins og Kvika er núna. Svona meira fjárfestingabanki heldur en viðskiptabanki þó að sé með viðskiptabankaleyfi sem Kaupþing var ekki með manni rétt. En þetta svona lítið aldrei sérkennilega út og sérstaklega eftir hvað maður hefur átt í skoðanaskiptum við fólk eins og á Facebook að þá höfðu hlutabréfi Kviku farið aldrei niður og hérna menn... Eins og öll bréf á síðast ári eiginlega, eða ekki? Já, og hérna það var eitt sem kommentaði inn hjá mér sem hafði keypt á 24 og hann var að vonast til þess að sko þetta myndi verða til þess að bréfin færi upp í 36 þannig að hann geti greitt á þessu. Þannig að það var strax komin þessi sjónarmið hvernig get ég greitt á þessu. En sko ég náttúrulega setti fram hugmyndir eftir hrunum það að þetta nú að fara að brjóta upp þessa banka og reyna að búa til samfélagsbanka eða sparisjóði og fleira vegna þess að hérna ákvarðan að taka í bankakerfinu væri komið svo langt frá viðskiptavinnum. Þetta var orðið svo miðlægt, þetta var orðið svo fjárfestingabankalegar ákvarðanir en vantaði alveg þessa... Rýmið fyrir venjulega fjölskyldur og smáfyrirtæki. Já, bara þennan gamla góða viðskiptabanka. En þetta var svolítið rætt þetta eftir hrun, aðskilnaður fjárfestingabanka og viðskiptabanka, samfélagsbanki, hitt og þetta. En svo bara einhvern veginn, bara fjaraði umræða niður og kemur þessi hvítbók uppstokkun á fjármálamarkaði, þar sem er eiginlega lagt til að ríkið selji banka. Hvað voru margir neytendur í hérna nefndinni sem... Engin. Það var almenningu var þetta spurður, meðal annars hvort það myndi vilja selja hlut ríkisins í Landsbankanum og Íslandsbanka og almenningu sagði nei. Það var held ég alveg 70% sem sagði nei við því. Samt var það niðurstaða hvítbókarinnar að gera það. Já, ég meina sko, ég hef svona verið, frá því að ég byrjaði þarna í Hagsmunasamtökum heimilana, þá hef ég verið að horfa á alltaf sjónarhótt neytenda. Hvert er sjónarhótt almennings, lillamannsins, neytenda, hver er staður þeirra, hver er getið þeirra, er einhver að vernda þá, nú voru menn að gera grína að brekið sér Robin Hood og allt þetta sko, en það er bara ekki til í einhvern veginn íslensku elitumenningunni að þeir séu raun og veru að græða vegna þess að þeir hafa fólk í vinnu. En halda allir að það séu sko þeir sjálfi sem eru að græða en ekki fólki sem eru að græða fyrir þá. Og þannig er þetta svona pílindi með fjármálakerfi eftir að Glass-Steagall var lagt af 1999 þá mátti allt í renna saman hérna fjárfestingabankar og viðskiptabankar í Bandaríkjunum og hérna og hér á Íslandi sögðu já við ætlum að gera þetta líka. Og það tók 8 ár í Bandaríkjunum frá því Glass-Steagall var sett á. Það tók 8 ár á Íslandi frá því að menn fóru fóru í þessa engavæðingu og þessa allt. Og þá var allt farið á hausinn. Og núna í dag að þá finnst mér að svona aldrei vera hámark heimskunar að halda það að ef við getum gert það sama aftur, þá fáum við aðra niðurstöðu. Það er ekki þannig.
ef við gerum það sama aftur, ef við erum með sama reglumverki, ef við sko byggjum ekki upp varnir, þá bara gerist þetta sama aftur. Núna þetta síðast að það að koma skýrsla erlendra sérfræðinga Seðlabankann og þeir segja að sameining fjármálaeftirlitsins við Seðlabankann hafi ekki heppnað sem sátt að gera. Já. Ég tekka fram að ég varaði við þessari sameiningu og sagði að hún ætti ekki að eiga þessi stað. Vegna þess að ég í upplýsingu- og öryggismálum og við greinum á milli þess sem framkvæmir og þess sem hefur eftirlit. Já. Það ekki sami aðilinn sem hefur eftirlitið og sér framkvæmdina. Við megum það ekki. Nei. En þetta var talið allt í lagi með Seðlabankann og nú erum við að sjá að það ekki, erlendu sérfræðingarnir ekki sammála. Og það svo mikil hægt á því að núna ef við ætlum að fara að halda áfram á þessari braut, láta fjárfestingarbankastarfsemina ráða, þá bara förum við í ástandið eins og að fyrir hrun, það sem við vorum með handónýtt fjármálaeftirlit sem hafði ekki eftirlit með bönkunum, heldur bara í því að samþykja þessi bankarnir gerðu. Það hafði ekki eftirlit með regluverki Seðlabankans, heldur fór bara í það að samþykja hvað Seðlabankin hefði gert. Og hvað ætlum við að gera? Ætlum við að fara aftur á þetta? Ætlum við að fara alveg sama hvað kemur, sko ég ekki að segja að Seðlabankin sé að gera einhverja hlut af illum hug. En það verður einhver að hafa eftirlit með eftirlitinu. Það verður einhver að hafa eftirlit með framkvæmdinni. Það verður að vera einhver sem tekur reglugerðir og lög og gagnrýnir þau. Einhverju var breytt eftir hrun, það þess hærri eigin fjárkrafa á bönkunum. Var einhverja svona breytingar? Jú, en það má breyta henni bara með því að smetla fingri, sko. Og reyndar mikil þrýstingur frá bönkunum að gera það? Já, til þess að geta greitt eigandur sínum þetta út, þetta umfram eigið fé sem arð? Já, ég ekkert vissum að þetta eiginfár hlutvall sé eitthvað sem sko skipti öllu máli. Því að bindiskyldan er alveg sjálf mikilvæg. Það hefur komið regluverk, svo kallar Basel regluverk frá BIS eða Bank of International Settlements. Þessa reglur skipta miklu meira máli heldur en nokkuð tíma einhver eiginfrjáls hlutfallstölur. En öryggi bankana eða þannig að þeir skaði okkur ekki, það tildulega lítið meira núna heldur en var fyrir hrun? Ég held að það sé bara engu meira núna heldur en var fyrir hrun og ég held að fjárfestingabanka hluti íslensku bankana alltaf að stækka. Þannig að áhættan sem við sem viðskiptavinir bankana stöndum frammi fyrir alltaf að aukast. Og ég vil skilja það á milli vegna þess að það á ekki að vera við erum að hafa það í huga að mjög mikið af þessari fjárfestingabankastarfsemi bankana eru þeir að gera viðskipti í beint eða óbeint í eigin reikning. Jú, þeir eru með einhverja sjóði sem heitir einhverju nafnum, en þeir stýra sjóðunum. Þeir eiga eignarhluti í þessum sjóðum. Það var sagt, ef þú skoðar svona myndir það sem eru að fjalla bankahrunið, að þá var það þannig að menn veltu fyrst fyrir sér, miðlaðarnir, hvernig þeir gætu grætt sjálfur. Svo fóru þeir að velta fyrir sér hvernig þeir gætu grætt fyrir banka sinn. Og svo eftir að þá fóru þeir að tína út bestu bréfin frá viðskiptavinunum. Og það var sagt að þetta hefði verið stundað hér á landi líka. Þannig að ef það er ekki aðskilnaður hann á milli, þá endar það á því að viðskiptabankahlutin hann þarf að hækka sína gjaldskrá til þess að standa undir áhættunni sem er þarna í gangi. Það er Þjóðverjar, mér finnst þeir hafa gert þetta vel. Þeir eru með þessa eiginlega þrískiptu bankastarfsemi. Þeir eru með sparisjóðuna, þessi litlu samfélagsbanka og sparisjóði. Sem við áttum að einhver leiti en týndum. Já, og svo eru þeir með þessu stóru
Deutsche Bank og svo leið sem eru fyrir stóru fyrirtækin og eru fyrir fagfjárfesta og svo eru þau með þessa sem eru þannig á milli þessi landkassi og hvað þetta heitir og ég vil sjá slíkt verða veruleika hér aftur. Og þá átt að tala annars vegar að við séum svolítið venduð fyrir því að verða fyrir skaða af fjárfestingabanka hlutanum, en líka að almenningur fái betri þjónustu og svona úr nærsamfélaginu, svona gamaldags bankaþjónustu eins og var þegar útibússtjórinn þekkti samfélagið þar sem hann var að vinna með. Já, ég meina það er það sem er hugmyndin að almenningur fái sem sagt betri þjónustu í nærsamfélaginu. Það sé ekki allt byggt á miðlægum ákvörðunum í Reykjavík og Kópavogi eftir hvar höfuðstöðnar eru og að fólk ná að tala við sína þjónustuaðila eða hvað það er. Jú, þetta mun ekki skila sama hagnaði, enda tel ég að þessar stofnanir eigi ekki að vera hagnaði drifnar. Þetta er svona veitustofnanir. Já, þær eigi ekki að vera hagnaði drifnar og það er sko fyrir utan það að ávöxtunarkrafa sem er sett á bankan í dag er í 2 tölum sko. Minna, það er 12-14% sem menn vilja sjá og það getur engin viðskiptabanki staðið undir því. Viðskiptabanki á ekki að standa undir ávöxtunarkröfum nema upp á 2-3-4%. Og ekkert samfélag getur heldur staðið undir því til lengdar að fóðra bankakerfið með svona tölum. Nei, og við erum bara að sjá það í dag að allir þessi vextir sem er að fara út úr til fjármálakerfisins, út úr raunhagkerfinu, þessi peningur er ekki að renna aftur inn í raunhagkerfið. Vegna þess að leiða peningurinn er komin til bankana, þá fer hann ekkert út úr bankanum aftur í þeim skilningi. Menna þegar banki lánar, þá var hann ekkert að lána peningin sem hann fékk vaxtagreiðslunar í vaxtagreiðslunar, hann er að búa til pening leið og hann leggur peningin inn á reikning lántakans. En segðu mér að þegar við erum að tala um þetta í tilefni af samruna Kviku og Íslandsbanka, er einhver eðlismunur á þessum tveimur fyrirtækjum eða stofnunum? Já, það er náttúrulega svo gríðarlega eðlismunur að annar er raun að nær því að vera einhvers konar einkabanki, það er að segja það sem kallast einkabanki í þeim skilningi að þjónusta sérstaklega hvernig viðskiptavinn það sem heitir private banking. Þjónusta eina ríku og auðugu. Já, heitir private banking á ensku. Þar eru gjaldskrár alveg frekar háar en það gera mann ráð fyrir þegar þeir fái helling fyrir peningin. Hitt er samblanda viðskiptabanka og fjárfestingabanka, það sem búið er að vissulega skilja það af bókarslega, en það myndi nánast engin viðskiptavinnur í Íslandsbanka, svona af almennu viðskiptavinnur í Íslandsbanka, komast í viðskipti hjá Kviku. Það er ekki nógu auðugir. Þeir eru ekki nógu auðugir. En á hverju vil Kvika, ná tökum á Íslandsbanka? Hvað græða þeir á því? Ég meina sko, það verður mjög gaman að sjá reikningana þegar þeir koma frá þeim. Þú heldur að þeir kannski gera þetta út af vandræðum, að þeir standi, að þetta sé svona aðferð til þess að halda áfram að vaksa en ekki að kannski að minnka eða eitthvað slags. Heldur að það sé kveikjan, það náttúrulega eru þarna inni banka sem hafa lent í vandræðum, eins og Gamma er þarna inni eftir að hafa lent í stórkostluðum vandræðum. Já, ég meina þessi flotti sjóð hjá Gamma sem fóru 4,8 milljörðum niður í 45 milljónir. Eða hverja tölunar voru. Þetta var svona hlutfallstölunar eru þessar. Sko, ef þú horfir á eigendahóp og þú skrifar þetta sjálfur og horfir á eigendahópin, þá er þetta ekkert menn sem ætla að koma inn til að tapa peningum. Þeir ætla að koma inn til þess að verja sína hagsmuni og ná meiri ítökum. Það fer ekkert milli mála. Og minn vegna mega þeir gera það ef við skiptum þessu þannig upp að viðskiptabanka net Íslandsbanka verði ekki með í þessum díl, heldur bara fjárfestingabanka hlutin. Þannig að það er bara, og þá hefur við bara við bara ganga hreint í verks og skilja þarna á milli.
síðan voru mínar hugmyndir og ég held ég hafi fyrst sett þar fram 2012-13. Það var það, og þá var verið að hugsa sko sameiningu Landsbanka og Íslandsbanka og þá voru mínar hugmyndir þær að taka gera þetta sama, skilja milli fjárfestingarbanka og viðskiptabanka, sameina fjárfestingarbanka sviði Landsbanka og Íslandsbanka í eitt fjárfestingarbanka sem væri seldur á markaði, taka hitt annað viðskiptabankanetið, útibúanetið og gera það, halda því óbreyttu og taka hitt og gera það sparisjóðum. Þannig var svona hugsunin hjá mér 2012-13 og þetta var náttúrulega sjálfsög ekki hægt vegna þess að það myndi einhver tapa því. En þetta það sem við þurfum að gera. Þetta algjörlega á skjön við það sem að menn að segja núna. Nú menn að segja sko að sameiningi sé góð. Hún leiði til hagræðingar, leiði til samlegðar áhrif í þessu sem að leiði til ódýrari þjónustu og samfélagið allt og almenningu græði á þessu. Ok. Hvenær manst þú eftir samruna tveggja stórra öflugra fyrirtækja með gráðu eigendur sem hefur leitt til hagkvæmni fyrir viðskiptavinni? Manstu eftir? Nei, ég man ekki eftir því, en ég heyri það bara til dæmis Ragnar Árnason var að skrifa grein í Mogganum á laugardaginn og sem að Halldór Benjamin var að tjá sig núna í morgun. Það sem hann að halda því fram að við ættum kannski ekki verið að horfa svona mikið á samkeppni. Samkeppni leiðir ekki alltaf til lægra verðs. Heldur ættum við frekar að horfa á hagræðinguna sem felst í því að búa til stærri einingar. Þannig að svona leiðandi menn hagramegin í umræðinni og úr fyrirtækja bransanum eru byrjar að tala raunverulega gegn samkeppni til þess að fóðra svona hugmyndur það að það sé eiginlega betra að leyfa stóru fyrirtæki bara saminast því að það muni einhvern dularfallan hátt leiða til þess að við fáum lægra verð. Þú veist það alveg jafnvel og ég, Gunnar Smári, að þegar það er að tala fyrir ákveðnum málum þá birtast ákveðnir aðilar í umræðinni og Ragnar Árnason er einn af þeim mannu sem gerir það. Það er ágætt að lesa, þá heyrir maður hvaða hugmyndir eru að vera að setja flott. Ég meina Hoover Institute í Bandaríkjunum, hún var stofnuð til þess að vita hvað óvinnurinn var að hugsa og það er svo sem gott að fá þessi skrif fram en að Ragnar Árnason sé að tala á móti í samkeppni, það er sjálfur sér ekki nýtt. Hann hefur líka gert það í fiskveiðimálunum. Og hann hefur oft talað þess að hvað samþjöppunin er einmitt góð þar og kannski er hann bara að yfirfæra það yfir á þetta. En ég veit það ekki, ég hef ekki lesið þessa grein, ég er ekki áskrifandi af þeim miðli og veit þess vegna ekki nákvæmlega hvað hann sagði, en ég hef hann hefur oft sagt góða hluti og hann hefur oft sagt hluti sem falla ekki góða hljómgrunn hjá almenningi. Nei. En þú nefndir hérna eigendur Kviku og það náttúrulega hefur verið svona leiðandi hluthafi hefur verið Stoðir. Það er ekki að selja stóran hlut og það er bara eins og við vitum að þá gilda þær svona lögmál í íslensku viðskiptalífi að stæðsti einkaaðalinn sem á hlut í skráðum félögum á móti lífeyrissjóðunum, hann er leiðandi og það er eiginlega, hann mótar stefnuna. Stoðir hafa verið stæðsti einkahlutafinn í Símanum og sem að seldi innviði sína og greiddi eigendur sínum út hvað 65 eða 70 milljarða eða meira. Nei, þeir eru nú ekki búin að því. Þeir er alltaf greiða 15 milljarða út. Við voru búin að borga í haust. Og Stoðir voru líka stæðsti enga fjárfestir á móti lífeyrissjóðunum í Arionbanka sem er með það plan að greiða 90 milljarða til eiganda sinna á mjög skömmum tíma. Finnst þér að við ættum að horfa til þess að ef að Kvikubanki er að komast yfir Íslandsbanka, þar sem að miða við hlut Kviku ættir bara 2% en þeir eiga náttúrulega held ég næstu í 6% í Arionbanka, þannig að ef við myndum selja þann hluta þá gætu þeir verið með sömu stöðuna í Íslandsbanka, að við eigum að geta hort á sögu þessara
manna, hvernig þeir hafa stýrt fyrirtækinu og hvaða afstöður hafa og metið það sér svo að öllum líkjöndum ætlar að gera það sama við Íslandsbanka eða ætti maður að horfa á að þetta er svo lítill hlutur að þetta getur aldrei verið ráðandi afli í banka sem á bara 4-5%. Já, en þeir eru að vinna á vandamenn sko innan fjármálaheimsins. Ég vann einu sinni hjá fyrirtæki sem fór í ákveðin samruna, bandarist fyrirtæki og þar var samrunin gerðu þannig að það fyrirtæki sem ég vann hjá var miklu stærri aðili í samrununum heldur en hinn aðilinn. En þeir vildu fara inn að mestu á jöfnu. Það var bara einfallega greitt út úr stærra fyrirtækinu. Það minnkað bara. Það var bara minnkað, voru greittir út $6 milljarðar út úr þessu fyrirtæki til þess að gera þau jafnstæð. Og við getum náttúrulega sjálfur sér alveg farið þá leið og sagt, við viljum bara greiða út úr Íslandsbanka og þá fer 42% þeirra greiðslu til ríkisins. Þetta umfram eigið sem þarna og við erum búin að vita alveg frá 2013-14 að væri þarna og þyrfti einhver tíman að komast út. Og það sama raunar með þetta eigið í Arion-banka, við erum búin að vita alveg frá 13-14 að þarna væri svakalega upphæð sem þyrfti að komast út og það náttúrulega bara vegna þess að þegar bankarnir voru búinir til og þá voru þau búinir til með mjög lækkuðu virði lánasafna og hafa síðan nota þessi lánasöfn til þess að verða ríkir. Og nú bara komið tíma á það að þessi lánasöfn til Íslandsbanka og svona líka þá hjá Landsbankanum verði bara greitt út eða þessi hagnaður. Þetta EFI verður bara greitt út til eigendana og nú þetta eigenda í almennings frekar heldur en að skilja það eftir handa einhverjum bröskurum í framtíðinni til að skræli þetta innan því að ef Kvika hefur áfram áhuga á samruna eftir að þá aðgerð þá bara getum við ekkert sagt meira en þanga til að þá dettur mér ekki neitt annað í hug að menn vilja hana samruna vegna þess að þau sjá peningi í því. Og ætla að ná í þetta auka eigið fé á svona næstu 3 árum og svo þeim svo sem sami bankan, það fínt alltaf eiga bankan ef við erum búin að endurgreitt allt sem hafa lagt í þetta margfalt tilbaka. Svo skulum bara vona verði bankar eftir. Já, það var ekki síðast. Það var það ekki síðast og við erum kannski, við erum náttúrulega orðnir svo gamlir Gunnar Smári komnir á 70-aldurinn og höfum upplifað tímann að tvenna og það kannski hlustendur fá að vita það að við vorum saman í tímakenslu. Já, við vorum saman vinir 7 ára og þannig að kannski yngra fólki sem eru að horfa á þetta að það skilur ekki þennan ofta í okkur. En við erum bara, eins og segja, brentbart forðast eldin. En það ekki svolítið skrítið? Þú horfir aftur á hrunið og með svona umræðinu sem var þá og bara sem að má sjá í könnunum afstöðu Íslendinga til þess tregða þeirra gagnvart í að selja í bönkunum og þú veist, svona það tækifæri sem voru til þess að endurmóta fjármálakerfið. Hvað lítið kom út úr því rúna? Það var eiginlega ekkert gert. Það var nánast ekkert gert og ég held að ástæðan sé dálítið svo að menn skildi ekki nákvæmlega til dæmis út á hvað barátta hagsmunasamtaka heimilanna gekk. Hún gekk vissulega út á það að leiðrétta einhvað skuldamál en hún hefur alltaf gengið út á rétt neytenda. Gagnvart fjármálakerfinu. Gagnvart bara yfirvaldinu. Neytendur veikari aðilinn í öllum viðskiptasamböndum við fyrirtæki. Alltaf. Og þessi réttu neytenda, hann hefur verið fótum tróðin hér á Íslandi. Og kannski glæpsamalegasta atvikið í því var vaxtadómurinn vegna gengistryggðulánanna, það sem lagagrein var snúið á haus. Svo hægt væri að krefja neytendur meiri rétt. Greinin gekk út á það að ef neytandi ætti inni hjá fjármálastofnun
þá mætti nota vexti Seðlabankans til þess að reikna út vextina sem neytandi nætt inni. Það var greinin og það skýringin með greininni þegar lögin eru sett 2001. En Hæstiréttur snýr svo haus og gerir þetta að rétti kröfuhafa gagnvart neytendum. Hann gjörsamlega snýr hennar haus. Og þetta hefur bara nánast enginn skilið að þessi bara snýst rétt neytenda. Innan Evrópuréttar, það að segja ESB-réttarins, að þá hefur dómstóll Evrópusambandsins, hann hefur sagt að ef neytandi aðili máls, þá skal dómstóll horfa til réttinda neytenda, fyrst horfa til réttinda neytenda, þó svo að neytandinn hafi ekki gert það að málsástæðu í dómsmálinu. Og þetta sem við erum að fjalla hérna, fjallar rétt neytenda. Þetta fjallar það að það sé ekki hægt að láta einhvern fjárfestingabanka og reyna að gleypa allt frá mögulegu neytandans til þess að eiga viðskipti við viðskiptabanka á eðlum forsendum. Og það er bara það sem við höfum verið búin að horfa á eftir hrun, að menn hafa orðið grimmari og grimmari í því að svipta neytendur réttindi. Og það er ekki fyrir núna þegar Breki að koma inn sem hróahöttur að þetta er svona pílunda að snúast við. Og ég er ekki, Ingi Freyr skrifar heila bók það sem hann tekur okkur út og hann tók mig sérstaklega fyrir þeirri bók og hann snýr þetta á haus, hann skildi ekki hver bara þetta neytenda var í þessu máli, hver réttu neytenda var. Og ef við sofnum á verðinum, þá bara gefum við þennan rétt smátt og smátt eftir. Er það því að við tölum við upp að viðskiptabanka og sparisjóðu og annað slíkt og þú varst að tala svona hlutföll og greiða út úr bankanum og eitthvað svoleiðis. Fyrir þegar komið til greina að ríki taki 42,5% hlut sinn og fari út með viðskiptabanka hlutin? Leyfi Kviku og félögum bara leika sér með fjárfestingarhlutur? Það er eitt af því sem ég tel vera mögulegt, já. Og það sem við ættum að vera að ræða í dag, ekki í staðin fyrir að láta stóðir móta fjármálakerfið á Íslandi. Ég meina, ef við segjum sem svo að viðskiptabanka hlutin, og ég rekna ekkert með því að viðskiptabanka hlutin sé eitthvað mikið meira virði heldur en 42% af Íslandsbanka í dag, að þá myndi ég telja að það væri bara góður kostur, en eru hinir hluthafarnir tilbúinir til þess. En að minnstakosti þá væri hægt að bjóða þetta, ríkið hægt að bjóða þetta, eða einhverju svona fámyskti mat á það hvert er virði hvers hluta sig og finna þá einhverju lausn og leyfa þá og síðan þegar þessi viðskiptabanka-hluti verður síðan gerður vonandi að einhvers konar sparisjóðum, að þá fari eignarhaldið eða yfirráðin á stofnfinu til nærsamfélagsins en sé ekki áfram í Kópavogi eða Reykjavík til almennings eins og svo sem stjórnmálamenn hafa stundum nefnt sem kostar þetta með öðrum hætti að senda fólki í hlutabréfi, en það má líka færa bara samfélagunum. Já, ég meina þessi hlutafélagavæðing eins og við gengum í gegnum, hún kom kannski skarpast fram í Vís þegar Vís var stofnað. Þetta voru með samvinnutryggingu, voru með brunabótafélagi og þetta voru gagnkvæmtryggingafélög, svo Vís stofnað og Vís verður að hlutafélagi, einhver hlutafélagi. Það er ekki lengur gagnkvæmtryggingafélag. Og munurinn á gagnkvæmtryggingafélagi og því sem við erum með er það gagnkvæmtryggingafélagi það greiðir út arðinn, hagnaðinn. Svipað bara kóap til viðskiptavinnslu. Já, svipað eins og sjóvá er vissulega. Og ég er búin að vera búið í Danmörku í 10 ár og verið með tryggingar þar. Og ég var alltaf árlega að fengi tjekka frá tryggingafélaginu. Þetta er þinn hluti í hagnaðinum af reksturinn. Af ávöxtuninni á sjóðunum? Nei, bara það þurfti ekki að greiða út eins mikið eins og var gert ráð fyrir og lalala. Og þannig sem sagt þurfum við, þannig eru sparisjóðnir. Sparisjóðnir eru þannig að þeir eru hugsa nærsamfélagið og þeir
mega ekki hagnast, þannig að þeir þurfa einhvern veginn að greiða þá til nærsamfélagsins þann hagnað sem verður. Þetta var síðan náttúrulega misnótað hér á Íslandi og við sjáum alveg hvernig sko baráttan varðum Sparisjóð Hafnarfjarðar á sínum tíma þegar sko stofnbréfin þau mátti ekki vera á Hafnarfjarðarbæ, það var það að setja þá að nöfn og þá fóruðu í hendur Matthísen og eitthvað svona og allt í nú þóttu þeirri eiga þessi stofnbréf en þau hefur bara verið sett á þeirra nöfn vegna þess að það mátti ekki sveitafélagi mátti ekki eiga það. Svo BYR stofnað og þá allt í einu verða þessir aðalar alveg þokkalega ríkir af því að Sparisjóður Hafnarfjarðar rendur inn í BYR. Þannig að þetta er svona það er svo margt í fortíðinni sem við brendum okkur á og við þurfum að passa okkur á að endurtaki sig. Þess vegna ættum við kannski að vera að ræða fjármálakerfið með öðrum hætti heldur en að vera að fylgjast bara með því hvernig stóðir og félagar alltaf stokkað upp. Já, ég meni við eigum ekkert að láta þá ráða því hvernig framhaldi verður, heldur eigum að fá upp umræðu það og við eigum að fá umræðu það frá fólki utan fjármálakerfisins. Við vitum alveg hvernig fólkið innan fjármálakerfisins hugsar, en við sem erum utan þess, við þurfum líka að verða nægilega sterkt afl til þess að það sé hlustað á okkur hugmyndir. Og ég mæli alveg með þarna þessu myndbandi sem var fast við Facebook-fæsluna Richard Werner að fjalla hérna og bara hann nei, það var ekki þessi fæsla, það var önnur. Það var önnur fæsla sem ég var að fjalla sinns að Richard Werner, hann hérna talar hann svo fyrsti sem svona alvöru að byrja að tala það hvernig peningarnir eru búinir til. Hann er að tala fyrir þessu þrískiptingu fjármálakerfisins eftir því hverju eru viðskiptavinnir og svo eitt nýtt sem hann hefur verið að tala fyrir og gert rannsóknir á, það áhrif stýrivaxta á þenslu og samdrátt. Og það hann er ekki á sama máli og Ásgeir Jónsson? Hann bara, rannsóknir hans benda til þess að þessi sé eiginlega snúið á haus. Herðu, Marino, við erum að reyna að halda umræðu gangandi og kannski fæði til þess að koma hérna seinna að tala fjármálakerfið. Ég heyri að það eru mörg að taka, kannski hættum við að hafa sögustund. Já, ég meina, ég hef svona alltaf gaman að því að ég hef verið að fara í gegnum gamla bloggfæslur og sem eru svona frá því fyrirhrun og uppurhruni og svona endurreisnar árunum og það er alveg skelfilega marga þeirra sem eiga við í dag. Herðu, látum þetta gott heita sameiningu Kviku og Íslandsbanka og íslenska fjármálakerfið. Við ætlum að snúa okkur að öðru, við ætlum að snúa